Þetta er bara nokkuð öruggur sigur hjá okkur. Hvað ætluðu þið að gera öðruvísi í þessum leik en í seinasta leik KR? Við ætlum hérna allir í vikunni að tala og reppa bara framkvæmd, það er ekki flott orðið, execution. Hvernig við getum framkvæmt betur það sem við leggjum upp með sóknarlega og mér fannst það taka sérstaklega vel. Það líka bara hjálpar okkur að spila vörn, við náðum að setja 5 og 5 og eins og sjáum þá gekk okkur ágætlega að skora boltanum í dag sem hjálpaði okkur mikið á báðum endum. Það hefur náttúrulega verið mjög mikið rætt það hvað Valsstúlkur áttu bara ekki að tapa leiki eftir að Helena kom í liðið og gerist það í leik 2. Var það eitthvað í haustum á okkur núna, þið þurftu að sína tennurnar? Nei, við reynum bara að vinna alla leiki jafn mikið og við vorum rosa mikið að reyna að vinna KR en það voru bara betri. Það tekur bara tíma ég ætla eiginlega bara ekki að dressa þetta Við erum bara að reyna að komast í úrslitakeppnina og vinna og það er frábært að Helena sé í valsbúning og það er líka frábært að restina 11 sem eru skýrslunni sé í valsbúning og við bara leggjum okkur fram við að ná þessu markmiðum. Þið voruð bara 9 í búning að keppa í kvöld, mikið meiðsli, hafðir áhyggjur af því fyrir leik? Nei, 9 dýp er alveg, það þarf að gerast eitthvað til að það sé ekki nóg Begga og Anita duttu bara út í vikunni og vel gert fyrir eins sem spiluðu í leikinn og þær voru nettar á bekknum líka sem var gott. Já, mér bara frábært framlag frá 9. manni á bekknum. Algjörlega, Kristín var grjóthörð í þessu leik þetta er það sem ungi leikmenn að gera, þeir fá svona brauðmynslu að koma inn og þora, taka skarið og taka ákvarðanir og hún átti 2 alveg stórkostleg play mjög snemma þar sem hún annars vegar gefur upp skot sem hún hefði getað tekið og fær stóðsendingu út af því og svo sinna þegar hún bara fær hann hikar ekki einu sinni hendur þessu þannig að það var frábært, stóð sér mjög vel í dag. Þannig að bara meira svona í næsta leik? Heldur betur. Takk fyrir þetta.